Góðan dag. Í þessum þætti ætla ég að fjalla prentefni frá Prusa sem heitir Buddy 3D og PETG. Þannig að kíkjum aðeins á það. Ég keypti þetta prentefni daginn og er búinn að prenta nokkra hluti og aðeins að prófa þetta. Þannig að ég ætla að sýna ykkur nokkuð prent sem ég gerði og sýna ykkur svo mælingar sem ég gerði þannig. Þannig að kíkjum hérna bara fyrst á sýrlega salott. Þá kom hann bara mjög vel út. Það er ekkert stringi í honum og þessi litur er skemmtilegur líka. Sjá hvernig það kemur út. Og þessi hérna, það er hægt að sjá það kannski, en ég sá ekkert stringing hérna í þessum, smá kattahár hérna, en það er ekki að marka. Þannig að þetta leit vel út líka. Og þessi kísi hérna líka, hann kom bara vel út og lítur bara vel út alla kanta. Svo hérna overhang testið, þá er hérna svona smá leiðindi hérna efst í 70 gráðum sett hvora megin, en ekkert neitt stórkostlegt allavega, en það sést samt hérna, það er smá drooping. Makercoinið mitt kom bara líka vel út, ekkert vissan á því. Og bensín hérna líka, hann kom bara ágætlega út. Það er svona, kannski sést ekki alveg nógu vel á myndavélinni, en það er svona smá höllan í hann, en það er svona vallagt að sjá það, en annars kom það bara vel út. Svo prentaði ég út hérna Aragon og hann kom bara mjög vel út. Þetta er svona í tveimur partum og hann er mjög hýtn. Svo hann að hafa vondakallin líka hérna, þannig að hann kom líka bara mjög flott út. Þetta prentaðist með supports hérna undir hérna og það losnaði allt mjög öll og það er ekkert að sjá á þessu hérna að það hafi verið eitthvað support hangandi fast við, þannig að þetta kom vel út. Þannig að þessi leit bara mjög vel út, svo við sjáum. En kíkjum aðeins á mælingarnar. Þetta prentefni hérna lengst til vinstri og við sjáum hérna grænt er tókstyrkurinn þegar prentið er upprétt og bláa er þegar prentað flatt. Og þetta er önnur PETG efni hérna og PETG carbon fiber hérna lengst til hægri. Þannig að þið sjáum samanburðinn með önnur efni eins og Prusament Orange PETG, það er að töluvert meiri styrkur í því prentefni upprétt. Nei, flatt sig, en kannski svipað upprétt. Og svo er hérna önnur svart Prusament, það er líka með svipað eins og þetta appelsínugula. Og svo er hérna önnur hérna, prentefni hérna, eldri. Það eru gamlar IC3D prentefni eru mjög gömul hjá mér, en þau voru líka ágætt. Þannig að þið sjáu hvernig þetta kemur út. Þetta er kannski ekki sterkast efnið á þessari mælingu. Svo ef ég fer hérna í höggþolið, þá er þetta komin hérna hægra megin og hérna, þar kom þetta bara ljómandi vel út og það sem var prentað upprétt var með bara hæðsta höggþolið af þessum prentefnum hérna. Þannig að áberandi betra í þessu tilfelli og bara mjög gott hérna líka það sem lá flatt. Og sjá hérna þessa línu hérna, hún er mjög löng, þannig að það þýðir að það var mikil munur á milli mælinga. Þannig að ég gerir 10 mælingar, 10 efni, 10 sinusótt sem ég brýt og hérna, ef þessi súla er mjög há þá er mjög mikil breyting á milli mælinga. Og ég veit ekki hvað stýrir því, hvað er, af hverju það er svona mikil breyting með eins og hérna svarta carbon fiber, það er mjög stabílt, þannig að það er eitthvað í þessu efni sem gerir þetta verkum. Þetta hafði sér svona. Svo hérna stífleikinn, þá er þetta komið hérna hægra megin líka aftur og þetta er þokkalega stíft efni af PETG efni að vera. PETG eru hérna ekki mjög stíf, en af þessum efnum sem ég er með hérna þá er bara carbon fiber PETG stífara en þetta efni. En það munar mjög mikið til þess að PLA eða PETG í stífleika, en af þessum efnum þá kemur þetta mjög vel út. Ef að stífleiki er það sem maður er að sækjast eftir, þar að segja. Þannig að þetta eru mælingarnar og sýnishornin sem ég er búinn að gera með þessi prentefni og þetta er mjög hrifinn af þessum bláa lit, kemur mjög skemmtilega út, dökkblár og mjög svona tær og fínn litur. Og hérna, gekk bara vel að prenta þetta. Ég prentaði þetta bara að Prusa MK4 prentarinn mína sem er open prentari og þetta er fínt fyrir PETG og er með textured PI sheet til að prenta það á. Þannig að það gengur bara vel að prenta það á þessa prentara sem er svona open prentari og það er ekki að vera lokaður fyrir PETG. En þetta held ég að það sem ég vildi segja þetta prentefni, þetta bara lítur vel út og hérna, gekk vel að prenta þetta efni. Þannig að ég þakka bara fyrir mig. Takk, bless.